eftirlitsnefndar. Ykkur gefst kostur á að halda svona smá inngang ef þið viljið, svona almenn viðhorf til þessa máls. Við erum auðvitað að fjalla vernd tjáningafrelsisins og tilefnið auðvitað er nokkuð ljóst, en ef þið viljið svona hafa almennan inngang og síðan fá nefndarmenn tækifæri til að spyrja ykkur spurninga og þið að svara. En gera svo vel Eiríkur ef að þú vilt kannski Takk fyrir það er auðvitað stór hættulegt að gefa opinn tékka til akademikus að byrja að tala, við erum mjög erfitt að takmarka tjáningafrelsi mitt eftir það. En svona í upphafi þá bara aðeins auðvitað þessi ákvæði, þetta náttúrulega almenn yfirskrift auðvitað á þessari boðun, að þá auðvitað þetta þarna undir auðvitað 73. grein stjórnarskrárinnar sem að auðvitað annars vegar bannar ritskoðun alfarið og hins vegar þá auðvitað mælir það fyrir tjáningafrelsi sem á síðan takmarka. Og svona lögfræðilega þá sem sagt hefur niðurstaðan verið svo að lögbann heyrir ekki undir ritskoðunarákvæðið, þannig að það er ekki eitthvað sem þið vitið alfarið bannað, heldur lítur hinu almenna tjáningafrelsi og svo má segja, þannig að það má grípa til lögbanns og takmarka þar með tjáningafrelsi, en það þurfa þá að vera uppfyllt þessi skilyrði auðvitað, þessi þrenns konar skilyrði sem eru í 3. málsgrein 73. greinar lög um réttmætt markmið og síðan nauðsyn, að það sé nauðsynlegt og samræmis lýðræðist hefðum og nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi eins og það er orðað í mannréttindasáttmála Evrópu. Og það má segja að staðan er alveg svipuð undir mannréttindasáttmálanum, þar er ekkert svona ritskoðunar ákvæði, heldur er systemið alveg eins að þessu leiti að þetta kunna vera tæk úrræði, en það þarf þá að uppfylla þessi skilyrði og það er alveg svona auðvitað margdæmt að það þarf alveg sérstaklega ríkar ástæður til þess að takmarka tjáningu fyrirfram. Og þannig að það má segja alltaf þegar þú komin út í fyrirfram takmarkanir þá er svona sérstaklega þá ertu komin með hækkaðan þröskuld, ef svo má segja. Og svo snúum okkur svona að þessu auðvitað lögbannsmáli og sem svona hér er til umræðu, þá kannski má segja að það hækki þröskuldin enn frekar auðvitað að þarna eru auðvitað fjölmiðla ræða og þarna eru auðvitað þjóðfélagsumræða ræða. Þannig að þjóðfélagsumræðin auðvitað nýtur ríkastrar verndar, þarf mest til að takmarka hana, og svo náttúrulega í þriðja lagi má segja að það sem að hækka þröskuldi líka er ef að tjáningi lítur að valdamönnum eða opinberum persónum og öðru slíku. Þannig að ef við erum að tala um það að aðdragandinn að þessu lögbanni sé umfjöllun fjölmiðils í aðdraganda kosninga málefni ráðamanna í þjóðfélaginu, þá erum við komið svona mjög, ríkan þröskuld. Það er margt þetta sem kemur auðvitað saman. Það er þá fyrsta lagi þetta fyrirfram takmörkun, í öðru lagi er þetta takmörkun á þjóðfélagsumræðu og þá í þriðja lagi takmörkun á umfjöllun opinbera persónur, ef svo má segja. Og það er kannski þar sem að svona, maður hefur áhyggjur af þessu lögbanni, það er hversu víðtækt það er. Og það er auðvitað rétt að árétta aftur, lögbann getur verið alveg fyllilega réttmætt úrræði þrátt fyrir tjáningafrelsis verndina. Við getum alveg ímyndað okkur alls konar aðstæður, sérstaklega í tilfellum þar sem við erum komið með svona friðhelgi einkalífs í sinni sterkustu mynd. Við getum ímyndað okkur bara að einhver fjölmiðill hyggist birta heilsufarsupplýsingar einhvern sem hefur haldið sig utan við þjóðfélagsumræðuna. Það er kannski komið klassískt dæmi þar sem friðhelgi einkalífs er í mjög svona sterkri mynd og þá myndi tjáningafrelsi væntanlega víkja og lögbann væri alveg fær leið. Vandamálið þarna er að þetta er svo vítt, þannig að þú veist, við skiljum mig, þarna kann að vera undir einhver umræða sem að mætti takmarka, en þarna ertu líka í reynd, þú ert að leggja bara blankó bann við umfjöllun þar á meðal málefni forsætisráðherra í aðdraganda kosninga. Þannig að það er klárt að það er einhverju marki verið að takmarka tjáningu sem án efa væri varin. Þannig að það er vandamáli svona frá mínum bæjardyrum séð með til þessar ákvæða að það gengur svo langt. Nú er ég búinn að tala. Takk. Þetta var alveg hæfilegt. Má ég bjóða þér að taka til máls? Já, ég kem hérna fyrir hönd félagsins Gagnsæi sem er í aðildarferli að Transparency International og þetta er svona klassískt dæmi sem að við viljum tjá okkur og við teljum að það sé
mjög slæmt bara fyrir samfélagið og fyrir þessa þróun sem að verða í átt að meira gagnsæi í öllum þjóðfélögum. Það var mjög slæmt fyrir þá þróun þegar þjóðfélagið og lýðræðið uppgötar svona atburð að ritstjórnarlegt frelsi er takmarkað með mjög afgerandi hætti þegar hagsmunir almennings eru miklu ríkari. Það er svona kjarni málsins og þetta er svo augljóst mál og meira að segja við höfum dæmi það frá Íslandi þar sem að vafi hefur leikið miklu minna á því eins og lánabók Kaupþings þar sem að voru hugsanlega meiri hagsmunir og gagnvart fyrirtæki eða aðilum sem höfðu ríkari réttindi til þess að njóta verndar, en þá var það strax kipt tilbaka. Og aðalhættan við þetta þegar svona aðgerð fer fram er að hún verður fordæmisgefandi, þannig að aðilar sem eru opinberir aðilar og eiga að vera í opinberi umræðu þar sem að gagnsæi á að ríkja þeirra störf og þeirra bakgrunn og þeirra hagsmuni, að þegar reynsla sýnir í öðrum löndum að þegar einhver byrjar að nota þetta úrræði nærði í gegn, þá er líklegt að það komi fleiri og eftir og reyni að beita þessu og reyni að líta á þetta sem ákveðin norm, sem ákveðin tæki til þess að þagga niður umræðu, og það er aðalhættan að þetta sé fordæmisgefandi og þegar kemur upp eitthvað annað, þegar einhver annar ráðamaður er í mikilli umræðu, að þá sé fundin leið með tilvísun í þetta til þess að hefta ritstjórnarlegt frelsi, og þess er mjög mikilvægt að það finnist einhver leið til þess að hnekkja þessum úrskurði og draga hann tilbaka með einhverjum tiltækum ráðum sem þessi nefnd geti stuðlað að. Takk fyrir. Ég velti fyrir mér að ykkar mati, ef ég má er nauðsynlegt að gera lagabreitingar almennt séð til þess að tryggja betur frelsi fjölmiðla til þess að fjalla upplýsingar sem eru fengnar með einhverjum hætti. Þarf að breyta lögum eða teljiði að við getum breytt, eða þetta muni breytast með dómafordæmi? Nú vitum við að þetta mál fer væntanlega fyrir dóm til úrskurðarkort að lögbannið hafi verið lögmætt og allt það, og menn hafa verið að tala dómafordæmi. Teljiði að almennt sé nauðsynlegt að breyta lögum til þess að ná þessu fram, eða mun þetta gerast í gegnum dómstólan? Bara svona byrja hér. Þetta er þetta mjög góð spurning, og auðvitað má setja almenn lög sem að, gætu tryggt þetta eitthvað betur, en á endanum, eins og í reynd segir réttilega, þá ræðist þetta svolítið af reglum stjórnskipunarréttar og þessara mannréttinda ákvæða sem að þá í þessu tilviki, ef við orðum bara trompar þá það sem er mælt fyrir í almennum lögum. En þannig er einn staðan líklega það sem við erum að tala hér. Hér erum við með einhver gögn sem eru eiga væntanlega undir 58. grein fjármálafyrirtækja lagana og eru varin þar, en eins og ég var að víkja að áðan að vegna ákvæða stjórnarskrárinnar og vegna mannréttindasáttmála Evrópu, þá er það samt sem áður að víkja. Og þetta þekkjum við auðvitað í svo mörgum tilvikum minna. Við erum nú með refsi ákvæði alls konar í hegningarlögum, til dæmis fyrir sem að takmarka tjáningu, en þeim er ekki beitt samkvæmt orðana hljóðan út af mannréttinda ákvæðanum. Þannig að löggjafinn getur auðvitað hugsað það hvernig er hægt að tryggja þetta best með almennum lögum, en eins og ég segi á endanum þá er þessu svolítið svarað í dómaframkvæmd auðvitað hér og síðan auðvitað út í Strasbourg, ef svo má segja. Ég finnst svarið við þessari spurningu vera fyrst og fremst þannig að fyrst það er hægt að gera þetta sem búið er að gerast, þá þarf að breyta lögum. Því að lögin hefur verið þannig að þetta sé ekki hægt, því að þetta tilvik er það augljóst að það á ekki að vera hægt. Hér eru hagsmunir almennings svo ríkir og hagsmunir þess aðila sem að biður þennan úrskurð, þetta lögbann, það er ekkert sem bendir til annars en að það sé hægt að segja að þeir séu munnveikari. Þannig að finnst að þetta liggur fyrir að þetta var hægt að gera, þá þarf að breyta lögum, já.
Takk. Eitt atriðan, fyrirtæki eða gerðarbeiðandi EHF. Ef ég skil rétt þá það ekki fjármálafyrirtæki sem undir eftirliti fjármálaeftirlitsins. Þannig að ég að velta fyrir mér tengslum bankalind og gögn. Eru einhverjar hugleiðingar að þetta hafi einhverja þýðingu? Sko, menn hafa, þetta náttúrulega allt svolítið á huldu og þetta nú hef ég ekki séð gögnin og maður átti sig ekki á því hvort að menn yfir höfuð átta sig á því hvaða gögn er að ræða. Ég ekki viss að gerðarbeiðandi einu sinni gerir sér alveg grein fyrir því því hann vísar svona í beiðninni til svona hinn og þessar tilvika sem benda til þess að einhver gögn séu þarna fyrir hendi og auðvitað menn eitthvað að viðra meiningar hvort að fjármálafyrirtækja ákvæðið eigi við þarna en ég vil nú meina að það eigi við það séu allar líkur til þess því að þú ert auðvitað með ef að þessi gögn eru komin innan úr fyrirtæki sem á þeim tíma var undirorpið þessu eftirliti og síðan kemur önnur málsgrein sem segir að að þagnarskyldan fylgi gögnunum þá finnst mér allar líkur á því að 58. grein fjármálafyrirtækjalagana eigi við gögnin en svo eins og ég segi í ákveðnum tilvikum þá víkur hún fyrir tjáningarfrelsi. Takk fyrir. Fyrstur Birgir Ármannsson. Takk fyrir. Ég ætlaði kannski að beina spurningu til Eiríks svona í framhaldi af því sem hann sagði hér í inngangi sínum og það er eiginlega ljóst og allir það sammála að þarna vegast með einum eða öðrum hætti á tvenns konar meginreglur, annars vegar tjáningarfrelsið og hins vegar einhverja friðhelgi einkalífs sem útfærð í lögum fjármálafyrirtæki og ýmsum öðrum ákvæðum og ég held að margir geti tekið undir það að það þurfi að meta þetta eftir aðstæðum og þegar er að ræða opinbera umfjöllun þá vegi tjáningarfrelsi sjónarmiðin sterkar í þessu mati. Spurningin er eiginlega sú þannig að ég reyna að vera konkrétt að hve miklu leyti getur sýslumannsembættið farið í þetta efnislega mat þarf það ekki að eiga sér stað hjá dómstóli og þá leið er það að þínu mati með einhverjum hætti ófullnægjandi hvernig þetta samspil þar að segja hvernig lögbanns ákvörðun eða lögbannsgerð fylgt eftir gagnvart dómstól. Þarna að ræða allt að viku sem getur liðið frá því að lögbann lagt á og þangað til að það reynir á það fyrir dómstóli er eitthvað í því sem þarf að endurskoða og síðan kannski aðeins að öðru bara að því að ég eiginlega kom ekki þeirri spurningu að gagnvart fulltrúum sýslumannsembættisins sem voru áðan er ekki alveg ljóst að lögbannið sem slíkt það nær eingöngu til þeirra aðila sem eru gerðarþolar í málinu og til þeirra atriða sem nákvæmlega eru tilgreind í gerðarbeiðninni. Takk. Já, þetta eru góð spurning þessi sérstaklega þessi fyrri ég meina hvernig, ég held að sýslumann vorkunn að mörgu leyti að fá þetta, inn að borða því að þarna reynir auðvitað á mjög örðugt mat, það er alveg klárt þeir eru auðvitað fást við margar gerðarbeiðnir og þarna þeim allt í hennu kastað inn í hringiðu stjórnskipunarréttarnir sem svo má segja og þurfa að fara að leggja mat á það hvort að þetta ber að víkja hvort sé yfirsterkara í þessu tilviki en ég er ekki viss að til dæmis að Mannréttindadómstóll Evrópu myndi hafa mikla samúð með þeim vandamálum ef svo má segja það er alveg rétt á endanum kemur þetta til kasta dómstóla en ef að þú horfir á þetta utanfrá þá auðvitað er þetta bara þannig að þetta fulltrúi ríkisvaldsins að koma og banna fjölmiðli að flytja umfjöllun vera með þessa umfjöllun þannig að það er þá inngrip ríkisins og þrátt fyrir að það kæmi á endanum til
til dóms sko, þá það samt sem áður inngripið orðið og býsna drastist. En þá getum við einmitt auðvitað að hugsa hvaða aðra leiðir eru færar og það kann auðvitað vel að vera hægt að hugsa það þannig að það mætti alveg hugsa sér, svo maður hugsa nú hálfvegis upphátt sko, að það þyrfti sko, aðkomu dómstóla í upphafi sko, sem að þarna hefði verið staðan til dæmis ef að gerðinni hefði verið synjað. Þá hefði gerðarbeiðandi geta leitað til dómstóla að þá fá þeirri ákvörðun breytt og þá hefði matið verið dómstóla í upphafi. Þannig að auðvitað má hugsa sér það og það er eitthvað sem að kannski nefndin ætti að skoða hvort að í tilviki í svona mála það ber að viðhafa einhverja slíka málsmeðferð. Það kann bara vel að vera tilefni til þess að skoða það. Ertu þá að hugsa eitthvað til dæmis eins og þegar að hleranir eru heimilegar eða eitthvað þess áttar, einhvern svoleiðis fyrir? Já. Ég meina, og það eru auðvitað þannig að ég meina, og svo sem það er auðvitað alls ekkit óþekkt fyrirkomulag, ég meina, við erum með fyrirkomulag sem heitir beinar aðferðagerðir og annað sem þú þarft að leita alltaf til dóms með, sko. Þannig að það mætti alveg hugsa sér að taka einhverjar ákveðnar lögbannsbeiðnir út fyrir sviga og hafa það þannig að þú þyrftir að leita til dómstóla. Það bara gæti verið ástæða til þess að athuga það. Varandi hitt sko aðkomu hverjir eru aðilar að gerðin ef svo má segja, þá er það alveg rétt. Menn, það eru þessir 3 aðilar. Það er þetta Glitnir Holdco, þetta gerðarbeiðandinn og svo er það Reykjavík Media og Stundin. Og menn hafa verið með vangaveltur aðkomu annara aðila að því en þetta eru 2 aðilar gerðarna og verða aðilar dómsmálsins sko. Svo eru þetta ákveðnir endurupptöku sko kanalar í lögunum sem að þú veist gerðarbeiðandi getur auðvitað farið fram á endurupptöku og svo eru þarna tilteknir kanalar fyrir þriðja mann að blanda sér inn í en í grunninn er þetta bara á milli þess að þetta tekja aðila sjálfs. Og það sem ég er að hugsa að sko umfang lögbannsins það beinist bara að þessum tilteknu aðilum og hindrar ekki með neinum hætti umfjöllun annara. Nei, alls ekki. Þau mál sem þarna er til. Nei, alls ekki. Sko. Takk fyrir. Þá er það Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir komuna. Mér langaði að byrja því að spyrja Eirík aðeins út í, sko, nú hefur komið fram bara á fundi með sýslumanni rétt í þessu að þau telja engan mun á málu sem varða tjáningarfrelsi fjölmiðla og svo öðrum tegundum lögbannsmála. Og ég fæ ekki betur heyrt en að það hafi ekkert sérstakt mat farið fram á tjáningarfrelsis ákvæðum heldur hafi bara verið litið á þetta hvort að formskilyrði samkvæmt þessum fullnustulögum hafi verið uppfyllt. Og ef svo mér langar að spyrja, ef svo að það hafi ekki farið fram neitt mat á því hvort vegi þyngra, hvort það sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi sem þú komst inn á, hvort að það geti haft einhverjar afleiðingar í för með sér fyrir sýslumannsembættið þegar þetta fer fyrir dóm, er sýslumannsembættið mögulega skaðabótaskylt. Mér langaði líka að spyrja sko afstöðuna gagnvart þessari leynd og það er í samhengi við þetta. Er ekki rétt skilja hjá mér að það væri rétt að vega og meta í raun og veru nauðsynna til að framfylgja þeim lögum gegn nauðsynna til að vernda tjáningarfrelsi þessa fjölmiðils. Og það er út frá þessu sem að ég spyr ef að þetta mat fór hvergi fram. Hver er afstæðan gagnvart sýslumanni að gætan væri hægt að leita eftir til dæmis skaðabótum fyrir akkurat þetta. Nú og svo langaði mig að spyrja Hallgrím líka. Það er mikið verið að tala kælingaráhrifin sem að sérstaklega ærumeiðingamál hafa haft á Íslandi. Og þetta eru kælingaráhrif þar að segja það er ítrekka farið í mál við blaðamenn sem að flytja fréttir og það hefur kælingaráhrif og blaðamenn byrja að ritskoða sjálfa sig jafnvel til þess að forðast kostnaðarsamar málsóknir. Og ég vildi kannski bara fá að heyra hugleiðingar frá þér kælingaráhrif aðgerða sem þessa. Lögbanns í miðri kosningabaráttu umfjöllunum sitjandi forsætisráðherra Bjarna Benediktsson. Takk. Já, sko, varðandi sýslumann þá auðvitað heyrði ég ekki það sem fram fór áðan og átta mikið á því að hvaða marki mat
fór fram, en auðvitað verður það að fara fram sko, þegar svona inngrip að ræða. En eins og ég sagði, þetta er auðvitað örðugt og ég meina væntanlega fær þarna sýslumaður beiðni sem að vísa til verndar í almennum lögum sem að sannarlega, eins og ég segi, þarna fyrir hendi og það má vel vera að það sé afstaða sko sýslumanns að því gefnu að þá eigi bara að leggja lögbanni sko, og það er auðvitað viðhorf ýmissa stjórnvalda að það sé ekki þeirra að meta hvort að löggjafinn sé hvort að sko stjórnarskráin hafi kunna að vera brotin eða þið vitið gildi laga anspænis sko stjórnarskrá, en í þessu tilviki held ég nú að svona mat verði að fara fram sko. En auðvitað hugsunin í kerfinu þannig að það eigi þá undir dómstóla og það má vel vera afstaða sýslumanns sé svo að það eigi bara að fara fram þar sko, en það breytir því ekki að þá ertu samt komin með þetta ástand og þá munum auðvitað, eins og ég segi, þegar maður fara að horfa á þetta utanfrá, þá held ég að munum sé alveg sama hver það var nákvæmlega, hvaða ángi ríkisvaldsins það nákvæmlega var sem að stoppa þetta sko. Og varandi hugsanlega sko skaðabótaskyldu, þá þetta þannig að ef sko gerðin veldur tjóni þá náttúrulega væntanlega búið að setja tryggingu sko. Þú veist að gerðarbeiðandi setur náttúrulega tryggingu, ég veit nú, hefur ekki séð sko úrskurðin, þannig ég veit ekki hver hún var, en hún á auðvitað að dekka tjónið. Hins vegar ef það er að ræða að það er brotið gegn, ef að ríkið brýtur gegn sko tjáningafrelsunni, þá auðvitað getur líka komið til skaðabóta. Ég meina það er eins og við þekkjum úr þessum málum frá Strasbourg að þá er náttúrulega Mannréttindadómstóllinn getur mælt fyrir meðal annars auðvitað skaðabætur vegna brota á 10. grein, þannig að það kann auðvitað líka að virkja sko. Má ég bara rétt fylgja þess aftur fyrir ekki með áður en að ég heyri í Hallgrími með 10. grein þá áttu við að Íslenska ríkið væri raun og veru ekki skaðabótaskylt fyrir en að komið væri til Mannréttindadómstólsins. Það þyrfti að fara alla leiðina þangað. Það var ekki hægt að biðja það fyrir íslenskum dómstólum. Jú, það kæmi til álita sko, vissulega, en ég myndi halda að væri nærtækast að, ég meina, þú veist, þetta er alltaf spurningum með þetta hvert tjónið og hvað að hverjum þú beinir kröfu og það er eins og ofta að það geta verið fleiri en einn sko, sem að koma til álita í þeim efnum sko. Þannig að en í grunninn eru þetta hugsunin varandi gerðina svo að sá sem fer fram á gerðina hann setur tryggingu sem á að dekka tjónið sko. En skaðabótaskylda ríkisins ef það er brotið gegn mannréttindaákvæðum, hún auðvitað getur verið relevant bæði í innanlandsrétti sem og eins og ég segi með ákvörðunum í Strasbourg. Ok, takk. Já, ég ætla að svara þessari spurningu kælingaráhrifin og við í Gagnsæi metum það alveg skýrt þannig að það sem þú nefnir kælingaráhrif, það er mikil hætta á að áhrif þeirra geti verið mjög mikil og ekki bara þau áhrif í fyrsta lagi á fjölmiðla og semst aðra fjölmiðla heldur en hér ræðir að taka við gögnum, vinna úr gögnum því að með þessari aðgerð þá tengist svo ákvörðun annarra fjölmiðla beint inn í bara fjárhagslega stöðu. Það er verið að stöðva fréttaflutning, það er verið að fara út í verkefni sem kannski þarf að stöðva í miðju kafi, það er búið að fjárfesta í verkefnum og fjölmiðlar eru nú kannski ekki endilega burðustu fyrirtæki til að þola slíka áföll, þannig að fælingar áhrif eru verulega á okkar mati og ekki bara gagnvart fjölmiðlum sem er nú ærin ástæða, heldur líka gagnvart umræðu í þjóðfélaginu gagnvart öllum skyldum málum eins og til dæmis bara það sem við erum að tala fyrir í Gagnsæi að hér komist á meiri lög og reglur og hærri svona staðall og standard gagnvart Gagnsæismálum því að hérna þau eru að mörgu leyti ekki nógu það er ekki nógu góð hefð fyrir miklu gagnsæi á Íslandi að mörgu leyti og við teljum að svona aðgerð deyfi þá umræðu mjög mikið og það er til dæmis það sem við höfum verið að tala fyrir lögum leynd uppljóstara og lögum ítarlegri hagsmunaskráningu opinberra aðila. Nú er hagsmunaskráningi til dæmis þannig að ef maður lítur á hana þá eru þeir sem eru í þessum engi opinberra aðilar eða sem nú oftast alþingismenn að þá lítur þannig út eins og þeir sko eigi ekki neitt og séu hvergi tengdir neinstaðar sko en það er afskaplega ólíkleg sín og svo þegar við í Gagnsæi tökum það boltan áfram og erum að tala um ítarlegri hagsmunaskráningu þá er svona aðgerð þá vegur hún neikvætt inn í þá umræðu þannig að þetta smitar
ekki bara inn til fjölmiðla, hvort að þeir eru að taka svona verkefni áfram, heldur hefur þetta neikvæð áhrif á alla umræðu gegnsæi og hægir þá á framþróun aukins gegnsæis á Íslandi. Takk fyrir þetta. Þá næstur Vilhjálmur Bjarnason, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Nú ég ólöglærður en hef nú starfað stóran hluta ævinnar í fyrirtækjum þar sem að þagnarskyldur krafist og trúnaður krafist, hvort heldur í fjármálafyrirtækjum eða kennslu, og samkvæmt minni talningu þá fjallað þagnarskyldi í 142 íslensku löggjöfum að minnstakosti. Og það sem ég hef flett upp, það hvergi fjallað það að undanþegnir séu upplýsingar opinbera persónu stjórnmálamenn eða því líka. Þarf þá ekki ef að þessar kröfur gagnsæi, þarf þá ekki að afnema þessar kröfur þessi lagaákvæðum þagnarskyldu í þessum lagabálkum 142, ellegar þá með póstum hægt að undanskilja annarkvort nafngreinda persónur eða persónur sem í ákveðnum stöðum. Dómstólar geta aldrei verið bundnir af einhverjum skapandi lagatúlkunum á hverjum tíma að teknu tilliti til kosninga eða annar aðstæðna. Er þetta rangur skilningur hjá mér? Þetta bara mjög góð spurning en vandamálið þá á móti hvernig nákvæmlega gerur það hvernig undanskilur það, af því þú getur heldur ekki tekið þær persónur alfarið út fyrir sviga og ekki heimila neina ákveðið kannski neina leyndum það, af því að við tökum bara þessu dæmi, ég meina forsætisráðherra, ég meina það ekki þannig að öll hans fjármál megi rata inn á borð fjölmiðla Heilsuvernsupplýsingar? Hvað segirðu? Já, ég að segja það er mjög erfitt að fara að útfæra það í almennu lögum, en auðvitað má hugsa að það megi setja frekari núansa inn í löggjafina varðandi þetta, það má alveg hugsa sér það, en eins og ég segi á endanum ræðst þetta svolítið af þessum fjölmörgu viðmiðum sem að hafa mótast í dómaframkvæmd bæði hér og út í Strassborg þessi mörk friðhelgi einkalífs og tjáningafrelsis og þannig að það er svolítið örðugt, en ég meira spurningin er góð og hún í henni kannski þá undirliggjandi gagnrýni á því hversu flókið þetta í reynd Í spurningunni ekki fólgin gagnrýni á því hversu flókið þetta á undanförnum árum hafa verið vaxandi kröfur persónuvernd í þessu samfélagi, allavega í heilsufarsupplýsingum og síðan svona hvað ég að segja mjög skapandi kröfur á ýmsum öðrum sviðum og það hafa verið ríkar kröfur hér í minni þingsveit í 4 ár persónuvernd og ég hef ekki orðið var við það að félagasamtökin gagnsæi hafi beitt sér þar, en ég bara að velta fyrir mér þessari kröfu skapandi lagatúlkun það hver eigi í hlut og jafnvel dómaframkvæmd þar sem fjallað það þar sem þetta sé opinber persóna þá sé allt heimilt annarkvort viðkomandi íslensku þegn, erlendu þegn eður eigi og það ekki dómstóla að meta það þá frekar þingmanna og löggjafarsamkomunir að sitja löggjöf minni persónum en tiltekin aðila og þá á hvaða sviðum það Já, ég meina, eins og ég segi, og það eitt enn sem ég ætla að fá að bæta hérna við að Akademían kollegiðinn, prófessor á Akureyri segir það að stolnar upplýsingar þær séu opinberar leiðarkonni hendur á blaðamönnum. Þannig ef ég hef til dæmis stolið upplýsingar heilsufar blaðamanna á tilteknu sviði og komið því í hendur blaðamanna, þá það orðið allt í lagi. Er þessi kollegiðinn á villigötum eða ég á villigötum? Þetta ég gæti sett í þetta langan fyrirlestur þetta sem ég segi ég náttúrulega að reyna að greina þau viðmið og greina frá þeim viðmiðum sem hafa mótast í dómaframkvæmd hérlendis og erlendis og þau eru svona undirliggjandi kannski gagnrýnin er þarna að það hafi ekki þetta sé ekki gert í almennum lögum ég meina löggjafinn getur auðvitað gert þetta í almennum lögum og hann getur reynt að móta þessi viðmið og færa þau í orð
en það breytir því ekki á endanum, þá er það Hæstiréttur sem að metur hvort að lögin eru innan marka og hvað leiðir af þessu stjórnarskrárákvæðum og svo má segja að það sé eigi þarna undir ákveðinni endurskoðun ytra. En af því að þú nefnir hins vegar friðhelgi sko einkalífs og heilsufarsupplýsingar, þá er líka auðvitað rétt að hafa það í huga að vernd mismunandi tegunda upplýsingar sko, hún er mismunandi að einhver leita auðvitað með tilliti til þessar ákvæða friðhelgi einkalífs. Ég meina það er alveg klárt að heilsufarsupplýsingar, það er svolítið kjarnin í vernd bæði 71. grein stjórnarskrárinnar og 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Það þarf mjög mikið til, þið vitið, þar er verndin gríðarlega sterk. Þess vegna nefndi ég þetta dæmi hérna í upphafi ef menn er að leka heilsufarsupplýsingum með einstakling þá væri lögbann líklega í lagi sko. En hérna þegar kemur hins vegar svona fjárhagsupplýsingum þá er það alveg rétt að það er mjög víða í sko auðvitað almennum lögum verið að tryggja leyndum þessi atriði en það er margt mjög óljóst það að hvaða marki sko stjórnarskráin vendar þetta eða krefst þess að þetta sé í almennum lögum sko og það verður ekki beinlínis ráðið af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu að svona fjárhagsupplýsingar séu þarna mikið atriði í vernd 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu sko. Þannig að þar er kjarnin svolítið sko heilsufarsupplýsingar og svona tengdar mjög viðkvæmar upplýsingar, hugsaðlega einhverju marki fjárhagsupplýsingar en sú vernd er ekkert mjög rík sko. Það er fyrst og fremst sko ákvörðun Alþingis að mæla með þessum hætti í almennum lögum fyrir svona ríka vernd sko. Takk. Ég ætlaði að bæta við að að því hún nefndir Vilhjálmur að tókst þetta að því að hér að ræða opinbera persónu, getur verið að þá sé í rauninni heimilt að birta allt hana. Við hjá Gagnsæi höfum lagt mikla áherslu á það að þessi þróun sem að þú nefnir réttilega aukna vernd persónulegra upplýsinga, hún er auðvitað mjög mikilvæg og það að við stöndum fyrir auknu Gagnsæi þýðir ekki það að allt eigi bara að vera réttmætt að fjallum. Það er alveg jafn mikilvægt að auka gagnsæi á réttum stöðum eins og að vernda persónulegar upplýsingar á réttum stöðum líka. En þarna er að ræða opinbera persónu sem að ef við tökum þetta út frá siðferði og gildum þá held ég að allir séu sammála það að það sé eðlilegt að þjóð fái upplýsingar það ef að ráðamaður sem er háttsettur ef að hann tengist einhverjum stórum fjármálagjörningum og einhverjum félögum og hugsanlega þar þá einhverjum hópum eða hagsmunum sem ekki er vitað áður, þá er það mjög eðlileg krafa. Ég held að ef við skoðum þetta bara í ljósi siðferðis og gilda þá eru flestir sammála það, en ég held að þetta sé samt góður punktur sem þú ert að nefna og það er það sem við hjá Gagnsæi erum að glíma við, það þarf að skerpa á þessum málum í löggjöfinni. Það eru einhverjir árekstrar að vernda sjónarmið, vernda upplýsingar, en svo er aukin krafa að birta upplýsingar og það þarf að skerpa á þessu. Það er alveg rétt. Takk fyrir. Þá er það Brynjar, gjörðu svo vel. Já, ég er bara að því við erum að ræða hérna þetta lögbann sem sýslumaðurinn setur á. Gagnrýni á sýslumannin fyrir bara að hafa ekki farið á stjórnarskránni og ekki á lögum. Þá er nú staðan svo samt. Það er löggjafinn okkar sem ákveður með lögum takmarkanir á þessu tjáningarfrelsi. Hann gerir það með 58. greininni. Sýslumaðurinn hefur hana fyrir framan sig og ekki fyrir sýslumaðurinn að ákveða það út á stjórnarskránni. Þegar löggjafinn er búin að ákveða takmarka tjáningarfrelsi með þessum hætti að það standist ekki stjórnarskrána, það gerist ekki. Og ekki nema þá að hann lægi bara beinlega fyrir dómur Hæstaréttar það að 58. greinin stýtti gegn stjórnarskráni eða að í 58. greininni gilti ekki fjölmiðlamenn. Þannig að öll þessi gagnrýni á sýslumanni sjálfan er fullkomlega fráleit að mínu mati. Hvaða skoðun hefur þú á því? Já, þetta eru þetta góðir punktar og þetta verður það sem ég nefndi á þann að sýslumanni væri hálfgerð svona vorkun sko. Rúmlega það. Já, kannski rúmlega það, en það má segja að eftir sem áður er auðvitað, og eins og þú þekkir auðvitað þessi mál, það fer auðvitað alltaf eitthvað mat fram hjá sýslumanni sko. Það er alveg klárt og það má alveg segja að
þú veist, og ég ekki að gagnrýna sýslum að sérstaklega, sko, ég er fyrst og fremst að horfa á þetta eins og ég var að nefna frá, sko, utanfrá, að þarna grípur ríkið inn í, sannarlega, og takmarkar tjáningu með býsna drastísku hætti. Sko. Hvað segirðu? Á ekki að skamma löggjafan fyrir 50. Jú, það er algjörlega, sko, góður punktur, en það er samt sem áður þannig að þetta sýslumaður, sko, hann auðvitað metur, hverju sinni hvort næra fram að ganga, og þú skoðir þessi mála einmitt á þessu sviði, þá hefur hann ekkit alltaf fallist á lögbann, sko, og þannig að þú veist, já, ég held að honum sé vorkunn, en það má alveg hugsa sér að það hefði alveg geta verið afstæða sýslumanns að segja bara einmitt að þetta sé svo drastist inngrip, að þessi rétt að dómstólar eigi loka orðuð það og sinni í gerðinni af þeirri ástæðu. Það kynna alveg að hafa að vera opsjón líka. Það væri algjörlega takti, Eiríkur, vegna þess að lögbannsmál snýr sem bráðabirgðagerð til þess að afstýra óafturkræfu tjóni. Já, þess algjörlega. vegna er það svo galið að hafna því, sko. Já, ég skil, en þú skilur heitt sjónarmið að hann auðvitað meira sýslumaðurinn bundinn af stjórnarskrá og þarna býsna drastist yngripa sem að má svona blasa við að snerti mjög tjáningafrelsi og það getur verið afstaða hans rétt eins og ég skil þetta, þá segir henni við erum að frista ástandi þar sem að dómstólar geta síðan leyst úr. Það má segja að þú getur alveg hugsað það omvend, við fristum núgildandi ástand þangað til að dómstólar ákveða að verða við slíkri gerð, sko. En þetta er alltaf spurning hvar auðvitað nákvæmlega matið liggur og það er kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa, hvort að, eins og ég nefndi áðan, hvort að það eigi að gera einhverja breytinga á löggjöf að þessu leyti, en ég bara ítreka það sem ég sagði að ég er ekki að sko, eitthvað að gagnrýna sýslumann per se og ég er alveg sammála því, ég tel að þetta eigi undir lögin fjármálafyrirtæki og þess vegna er þetta vendað í almennu lögum. Þetta er þá spurning, þú veist, hvenær er sýslumaður það samfærður það að þetta sé tæft gagnvart stjórnarskrána, hann eigi ekki að gera þetta, sko. Og þú veist, menn geta haft mismunandi skoðanir af því, en við erum nú að ræða þetta svona almennt, sko, og það hvað ríkis geti gert hugsanlega betur og þá kem ég aftur að þessu að ég held að þegar einhver utan að koma til skoðar þetta, þá má nú vera alveg sama raunir sýslumanns við að fást við þessa beiðni. Það er bara verið að takmarka mjög drastískum hætti tjáningarfrelsi. Takk fyrir þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Þú nefndir að lögbannið væri ansi víðtækt. Telur það hefði verið hægt að takmarka það, og annað sem við erum auðvitað, nú eru kosningar á næsta leyti og það er ljóst að lögbannið hefur talsverð áhrif á umræðu í aðdraganda kosninga. Hefði verið möguleiki að flýta, þetta er bráðabirgðaákvæði, það hefur komið skýrt fram, hefði dómsmálar mögulega hefði verið hægt að flýta þessari meðferð? Þessar tvær spurningar. Já, sko, spurningin er í raun og veru hvort að það hefði verið hægt að leggja, sko, takmarkaðra lögbann. Nú þetta þekki ég ekki hvað ég segja, hver hinn hættan, sko, er fyrirliggjandi, sko. Hvað ætlaði Stundir að fara að birta, hvers konar fréttir voru þetta, en náttúrulega hinn almennu, sko, lögbannsmálin sem við þekkjum kannski frá fyrri tíð eru miklu afmarkaðri. Þú veist, þetta eru lögbann, frækt lögbannsmál þar sem að vera að reyna að banna, sko, tiltekinn sjónvarpsþátt. Þú veist, eða einhverja tiltekna konkrétt umfjöllun sem að fyrir lá að ætti að fara að birta. Þannig að, en hér erum að ræða svo svakalega stórt í reynd mengi, maður veit ekki hversu mörg hvað þetta er af gögnum eða hvað fyrirhugað er að birta. Og þetta má hugsa sér, þannig að maður kveikir þetta ekki alveg á þessari brýnu hættu, sem maður segja, því að þetta er almenna staðan svo að ef að fjölmiðlar fara yfir strikið, þá hafa menn, sko, eftir að úrræði til að bregðast við. Þá geta menn bara farið í skaðabótamál eða jafnvel enga refsimál, sko, og krafist ómerkingar og svo framvegis, sko. Þannig að ég auðvitað átta mikið á því hversu af hverju þetta er haft svona viðkvæmt eða hver hættan er, en þannig að ég ætla svo sem ekki að fara að kokka upp einhverjar vægari leiðir fyrir glitni að leita í þessu, að því ég átta mikið alveg á því
hvað menn voru þarna nákvæmlega að reyna að fyrirbyggja en nema bara þetta almenna þetta er mjög víðtækt þetta er bara verið að banna hvers konar umfjöllum á grundvelli þessara gagna þegar að ég held að það sé ljóst að einhver umfjöllun þarna væri innan marka tjáningarfrelsis. Varandi hitt, sko, þá þetta náttúrulega skammir frestir má segja, ég meina þetta þetta innan viku en það ekkert sem að kemur hins vegar í veg fyrir að menn séu fljótar á ferðinni. Það að segja að menn þurfa að fá útgefna réttastefnu innan viku og þetta geta menn verið enn fljótari á ferðinni eða þið vilja, sko. Takk. Svandís, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma til okkar. Það sem að við erum svolítið að glíma við auðvitað þessi banvæna blanda viðskipta og stjórnmála sem að svona partur af því sem að almannavaldið að glíma við og ekki bara á Íslandi heldur auðvitað víðar og mikilvægi fjölmiðla í þeirri umræðu þess vegna þetta rosalegt högg að verða fyrir í aðdraganda kosningu auðvitað á öllum tímum. Og það þá heilmikla skyldur sem hvíla á okkur hér í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að bregðast við þessu höggi með einhverju móti. Lilja fór aðeins yfir þetta áðan með það hvort að það sé einhver leið til þess að þrengja beiðnina því þetta er svo furðulega víðtækt, maður velti fyrir sér hvað í ósköpunum var eiginlega yfirvofandi. Hvers konar eiginlega frétt var í pípunum? Ef að hún réttlætir svo drastist inngrip á hálfu ríkisvaldsins að það þurfi að múlbinda þennan tiltekna fjölmiðil, hver var þessi brýna hætta því að hún þarf sannarlega að vera fyrir hendi. Og þá spyr ég það hvort að það séu engin slík samskipti til í svona ferli að sýslumaðurinn segi, heyrðu þetta nú ansi víð beiðni hérna og væri kannski hægt að forma þetta með einhverju skýrari hætti eða það bara allt eða ekkert í því að bregðast við eða megum við eiga von á því sem erum að kalla hér eftir öllum gögnum í málinu að sjá þarna einhverjar þá dramatískustu frétt bara sögunar að hún hafi verið í pípunum og það sé gerðarbeiðandinn með þeim hætti sé gerðarbeiðandinn að rökstyðja sína víðtæku beiðni. Mér langar líka að spyrja það sem aðeins hefur komið hérna upp og kannski biðja þig Eiríkur að skerpa þess að því varðandi endurupptöku. Það rétt skilið að það sé í raun og veru bara gerðarbeiðandi sem getur farið fram á slíkt? Getur gerðarþoli ekkert komið að slíkur ósk? Og loks vil ég líka spyrja þig Eiríkur það, nú hefur ÖSE gert þessa athugasemd við þetta tiltekna mál og það er nú svona frekar kannski orðað með almennum hætti að hvetja íslensk stjórnvöld til að stilla sig að beita frekari hömlum á umfjöllun fjölmiðla og aftur kalla þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í. Nú erum við einmitt íslensk stjórnvöld þessi nefnd að hluta og þannig að við verðum svona einhvern veginn að reyna að fóta okkur í þessum samskiptum við þennan aðila. Hvernig geta íslensk stjórnvöld brugðist í slíkri athugasemd? Einhverjar leiðbeiningar frá þér Eiríkur í þeim efnum? Og svo vildi ég spyrja þig Hallgrímur þetta þessa blöndu sem ég að nefna hér sem viðskipti og stjórnmál og þessi svona þegar að vakna efasemdir það sé verið að gæta almannahagsmuna hjá valdhöfum hverju sinni. Erum við með sambærileg dæmi í löndunum í kringum okkur það að ríkisvaldið hafi farið inn í lýðræðislega opna fjölmiðlaumræðu með svo afgerandi hætti sem við erum að sjá hér? Einhver dæmi sem þú getur nefnt okkur? Ég hef ekki fundið þau. Ég held að við séum að horfa hér á mjög sögulegan viðburð og ég vildi bara spyrja þig vegna ykkar stöðu í málinu og samskiptum við sambærilega samtök erlendis. Já, varandi þetta þessa viðtækja það svo sem eins og ég er búin að svara því að auðvitað sýslum að fellst á þetta eins og þetta er framkomið og hvort það einhverju kanalar, þú getur auðvitað hafna lögbannsbeiðni, þú veist bara á þeim svo sem grunni að það bara skilir þessi ekki uppfyllt og þá ef hún til dæmis kannski allt og viðtækt og sýslum að metu það bara þannig að það sé ekkert ljóst að þetta allt mengi brjóti gegn einhverju lögunum rétti þá auðvitað þetta hafna og þá verður maður að koma með nýja beiðni eða þá leita fyrir dóm þannig að en varandi endurupptökuna þá eru þetta kanalar í lögunum kyrrsetningu lögbann sem að opna á það og ég sé í sjálfu sér ekki
það er talið upp bara bæði í raun og veru úrræði gerðarþola, þeir geta krafist endurupptöku nándtiltekinnar aðstæður og líka gerðarbeðandi og ég sé nú í fljótu bráð að það sé ekkert fyrir gerðarþola í þessu nema bara fyrir dómi sko, en gerðarbeðandi getur auðvitað alltaf fallið frá og svo eins og ég segi eru tiltekni möguleikar þriðamanns til að koma inn í en í grunninn auðvitað er þetta þannig að sko nema eitthvað nýtt komið fram þá auðvitað heldur gerðin þar til að tekist á hana fyrir dómi. Varandi ÖSE þá sýnir það kannski aftur og ég skil ykkar vanda sko að þið sitið hérna frammi fyrir einhver dómsmáli sem er rekið að gildandi lögum sko, en það sýnir leiða sem ég sagði hérna áðan sko að utanaðkomandi aðila er kannski svolítið saman það sko, hann sér auðvitað bara að það er verið að einn angi ríkisvaldsins er að leggja bann við fjölmiðla umfjöllun. Varandi það hvað þið eigið að gera þá er það auðvitað örðugt og ég viðurkenni bara maður sjálfur bara fylgjast með þessu máli og auðvitað hugsa og þetta er allt tiltölulega auðvitað ný skeð. Ég held að í grunni þarf auðvitað það gerast þá væntanlega að þetta mál klárist sem fyrst og þannig að það fáist úr því skorið. Og ég held að það sé kannski svona auðvitað hálfu ríkisvaldsins að drífa þá málið af sko og síðan er kannski alveg rétt að menn hugsi til frambúðar hvort að menn vilji taka þetta einhvern veginn sérstaklega út fyrir sviga eins og ég nefndi áðan. Þú veist, það er kannski löggjafarbreyting sem menn ætti að huga að en að öðru leyti held ég sé búið erfitt að fara að fikta í sko þið veitir þessum almennu úrræðum eins og ég lýsti upp af þá ræðist svolítið beiting þeirra í bara hverju einu tilviki af svona þessum mannréttinda reglum sko, eins og ég var að nefna þau geta verið fyllilega takt úrræði í ákveðnum tilvikum sko, en spurningin er alltaf beiting í hverju einu tilviki sko, þannig að ég held að það sé enga brýna löggjafarbreytingar en þarf heldur snúist þetta mikið kannski beitingu lagana, en þetta sem hefur komið fram hérna í umræðinu einhvers konar að taka þetta einhvern veginn út fyrir sviga, það held ég að hljóta að koma til álita. Takk. Já, þetta fannst mér vera góð spurning hjá þér Svandís með einmitt hérna bæði dæmi erlendis og blöndu af viðskiptum og stjórnmálum og í fyrsta lagi varðandi blöndu af viðskiptum og stjórnmálum þá teljum við í gagnsæi sérstaklega því að landið er lítið þá þarf að meðhöndla hætturnar sem að geta hugsanlega skapast þegar þetta blandar saman og það þarf að meðhöndla það alveg sérstaklega vel hér á landi af því að landið er lítið og þess vegna þarf að því að það er ekki hægt að segja af einhvern sem fer inn í stjórnmál nú bara skiptir þú þér ekki að viðskiptum, nú bara ferð þú í eitthvað munkalífi eða eitthvað þannig. En gagnsæi og mikil og ítarleg skráning viðkomandi aðila og allra skylda aðila, ekki bara maka, heldur allra skyldra aðila, skráning sem er þannig að viðkomandi aðila, þingmanni þá til dæmis, er gert að skrá allt sem að hann getur hugsanlega talið að skipti máli í því að upplýsa hver eru tengsl viðkomandi inn í viðskipti á meðan hann er að starfa í stjórnmálum. Þannig að snúa þessari skráningu við, þannig að núna er bara verið að telja upp það sem svona hálfpartin er á kennitölu viðkomandi og við sjáum það til dæmis í dæmi það sem eiginkona forsætisráðherra í Vintrísmálinu átti töluverðar eignir erlendis, það kom hvergi fram í skráningu og þar er til dæmis dæmi neikvæða blöndu viðskipta og stjórnmála. Þetta ætti auðvitað að vera með allt öðruvísi hætti og þess vegna þarf miklu ítarlegri skráningu og það þarf að snúa svona skráningar boltanum við þannig að viðkomandi er gert að skrá allt sem að gæti skipt máli heldur en að skrá allt bara sem að tengist viðkomandi næsta hring. Við höfum líka varðandi seinni spurninguna verið að leita einhverjum dæmum og svo leit stendur ennþá yfir og við höfum ekki fundið neitt sem að við getum sagt að sé sambarilegt ekki nema að fara mjög langt í burtu frá landinu og til landa sem að eru alveg klárlega ekki í menginu nágrannalönd en við erum enn að leita þannig ég get ekki svarið fyrir það en nú erum við búin að leita í einhverja daga og ég hef sjálfur búin að vera að leita og það er eiginlega frekar þannig að maður sér sko dæmi hið gagnstæða þar sem að kannski einhver hefur reynt þetta og þessu er fjölmörg dæmi þar sem að viðkomandi svipuðum beiðnum sem manni finnst kannski vera svipaðar af einhverju leyti þar sem þeim er hafnað og þar kemur kannski inn í þetta viðhorf þegar verið er að krefjast
aukins gagnsæis að þá dálítið ennþá stutt í þetta viðþorf að svona viðkomandi, hvort sem það fyrirtæki eða stjórnmálamaður eða þannig, að það sé svona, fólk verður fljótt svona pínlítið önugt, að þetta sé nú óþarfi og við þurfum að komast með umræðuna þannig að þetta sé sjálfsagður hlutur. Takk, Östutt Já, athugasemd. ég ætla bara að spyrja sko að því þú segir í löndum sem eru miklu lengra frá okkur, hvar það sem að þú hefur... Já, ég vil kannski bara skilja svarið eftir þannig að ég hef fundið dæmi það sem mér finnst vera sambarleg og þá maður komin alltaf mikið í burtu og þá kannski lönd það sem aðeins annað rétt að fara og aðrar venjur og aðri siðir og þannig finnum maður dæmi með þetta en það erfitt að finna dæmi í nágrannalöndum. Takk fyrir þetta. Þá komið að þér, Oddný, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Eins og fram hefur komið á þessum fundi, þá lögbannið á gögnin sem illa fengin og það má ekki nota þau, eins og orðað hefur verið á hér fyrir í dag. Og í svona venjulegu árferði eða venjulegar aðstæður þá getum við náttúrulega bara tekið okkur góðan tíma til að velta okkur upp úr ísköldum lögunum og lagatæknilegum atriðum, en núna þegar svona stutt til kosninga þá hefur máli kallað fram mikla tortryggni og þess vegna veltir maður fyrir sér eitthvað hægt að gera á þessum stutta tíma til þess að slá á hana og ég veit ekki hvort að þið getið akkurat svarað þessari spurningu en það sem ég að velta fyrir mér hvort að einhver sá sem að nýtur þessara bankaleyndar eins og til dæmis starfandi forsætisráðherra getur hann bara gefið fjölmiðli leyfi til þess að nota gögnin sig, getur hann gert það með einhverjum opinberlega eða einhver lögformleg leið til þess að hann gæti gert þetta og teikna tillit til bara stöðunar og þessar tortryggni og vantraust sem að þetta mál hefur kallað í aðdraganda kosninga. Já, varandi tortrygnina sko, þá get ég nú ekki svarað hvernig við drögum úr henni, ég bara lagaprófessor sko, en varandi hins vegar það hvort að forsætisráðherra getur gert eitthvað þá, þú veist, auðvitað getur hann gefið einhvers konar yfirlýsingu að hann mun ekki fara í skaðabótamál gegn stundinni vegna umfjöllunar sko, en sko lögbannið á milli Glitnis Co. Holding og þessara fjölmiðla sko. Þannig að þú veist fyrir mér væri það svona svolítið fíflagangur sko. Þú veist í grunni svona lögformlega er þetta bara á milli þessara aðila sko. Og þetta það eins og ég nefndi það þarna tiltekna þriðjumannsleiðir, ég meina ef að þriðjumaður telur til dæmis að einhvern veginn að hans réttur hafi verið fyrir borð borinn sko við framkvæmd gerðarinnar, þá getur hann einhvern veginn komið sér inn í það sko en þetta nú eiginlega sko hinsegin þá þarna, hann væri þá að afsala sér einhverjum rétti sem hann telur að hafi verið verndaðum í gerðinni sko. Þú veist, þannig að ég segi það má svo sem reyna að kokka upp eitthvað svoleiðis og það má þetta segja að jú, að gefinni yfirlýsingu þá kannski liggja allavega fyrir að vera ekki gerð skaðabótakrafa en eins og ég segi í grunninn finnst mér það að vera svona, já, það snýst þá eitthvað annað, þú veist, heldur en kannski lög, sko, þú veist, þá ertu komin inn á meira eins og ég segi spurningar sem ég get ekki svarað sem lagaprófessor, sko, þú veist, menn geta vel verið að menn vilji einhvern veginn draga á tortryggni með einhverju slíkum yfirlýsingum en svona að lögum finnst mér það ekki einhvern veginn vera mjög tækt úr það, sko. Aðeins varandi þessa tortryggni að þá bara einleið til þess að eyða henni og það ekki gagnsæi og tortryggning sem upp komin og vantraustið í tengslum við þetta mál eyðist bara í rauninni þegar viðkomandi fjölmiðill búinn að fá kannski heimild til þess að fjalla þann hluta þessara gagna sem á erindi til almennings og ég þekki ekki alveg smáatriðin í málinu, hef ekki skoðað eða allavega ekki fundið það ennþá í gögnum en ég tel einhvern vafaleik á því hvort að og það þetta sem við vorum að tala áðan hvort það hefði verið hægt að takmarka lögbannið við þær upplýsingar sem sannarlega hægt að sýna fram á að hafi komið fram frá Glitni Holdco því að allavega mjög verulegur hluti af þessum upplýsingum búin að fara víða og hefur verið til eins og í rannsóknarnefndinni og víðar og einhver hluti af þessum gögnum hafa verið fáanleg með opinberum hætti þannig að hugsanlega hefur það verið leið að takmarka gögnin þau gögn sem sannarlega hægt að sýna fram á og séu aðeins tilkomin frá Glitni Holdco, það ein leið. Takk fyrir, það rétt að geta þess að það kom fram með sýslumanni að það var ekki fallist á allar kröfur
gerðarbeðenda og hann féll sjálfur að eigin frumkvæði frá einhverjum kröfum, bara þannig að það sé nú sagt. En Jón Þór, gjör svo vel. Takk fyrir. Já, þetta mál farið að skýra svolítið. Nú, stjórnvöld og við löggjafinn, við erum ábyrg fyrir því að vernda tjáningarfrelsi, það er ljóst. Og nánast allir eru sammála um að hér, í þessu máli, hafi verið brotið á víðtækan hátt, kallað og leyndi yfir allt of mikið víðtækum upplýsingum og í of langan tíma til þess að við getum átt þessu opnu umræðu þessar upplýsingar á mikilvægum tímum. Og þá er fyrsta spurningin, hver sé skylda löggjafins og skylda stjórnvalda í þessu máli til þess að passa upp á að þetta gerist ekki aftur. Við erum að komast þeirri nýjastu að sýslumaður telur sig bara ófærunan að taka aðra ákvörðun heldur en þessa í málinu og við erum eftir að rannsaka það nánar og munum fá gögnin frá honum það hvernig hann tók þessar ákvörðun og farið það. En það er það sem hann verið sjálfur segja og það er ekki nóg gott út af því allir eru sammála um að það er verið að brjóta of víðtækan og langan tíma á tjáningarfrelsinu. Og það sem gerist núna er það að fjársterkir aðilar hefur tekist að brjóta á þessu sem þú nefnir Eiríkur fyrirgefinn það að takmarka þjóðfélagsumræðu fyrsta, fjölmiðils sem að tvö er að fjalla opinbera persónu, allir þessi þættir. Þannig að fyrsta spurning er það hver er skylda löggjafans og ráðherra í þessu að bregðast við og leiðrétta þessa stöðu og meðal annars þá með breyting á lögum sem að á einhverjum forsendum tryggir það að þessi styttra, þetta sé meira kannski eins og svona gæsluvarðhald yfir þessum upplýsingum eins og kom fram á það. Tvö, varðandi afleiðingar stundarinnar og Reykjavík og þá þeirra fjölmiðlamanna þar, afleiðingar þeir myndu bara að segja við teljum eins og Öryggis- og samfærastofnun Evrópu, eins og allir sem hafa tjáð sig um þetta mál, nánast allir sem hafa tjáð sig um þetta mál, sérfræðingar landsins, það er verið að brjóta stjórnarskrána, verið að brjóta lög, það er verið að brjóta á tjáningarfrelsinu sem er varið, þannig að við ætlum sem fjölmiðlafólk að fara áfram með þessar upplýsingar, þrátt fyrir lögbannið. Það heitir borgaraleg óhlýðni, þá veistu það, þá gengur áfram og brýtur þau gildandi allavega ákvæði sýslumanns í þessu tilfelli lögbannið á grundvelli vísanar í æðri tilgang sem er það tjáningarfrelsinu sem er varið í stjórnarskrá til þess að þessi opna, opinbera lýðræðislega umræða getur átt sér stað. Þetta er borgaraleg óhlýðni. Gera það, vitandi það að þeir gætu þá lent því að þurfa að bera þá ábyrgð fyrir dómstólum. Hvernig myndi það líta út? Takk. Sko varðandi breytingu á lögum, þá, já, eins og ég segi, ef allir eru sammála hérna einhvern veginn þetta hafi verið mjög víðtækt og það sé nauðsynlegt að svona mat þurfi alltaf að fara fram, þá þarf þetta þá einhvern veginn að tryggja að það mat fari fram, ekki satt. Þú veist, ef að það hefur verið afstaða sýslumanns að hann bara eigi bara ekkert að horfa á þetta heldur bara að vera með vernd hérna í almennu lögum og þess vegna þeir gerði fram og þetta heyrði ég ekki hvað sýslumaður sagði en þú veist, maður geta haft mismunandi skoðanir og því hérna og hann sko, en það þarf þá allavega að tryggja að þetta mat fari fram sko, áður en að tjáning er takmörkuð og ef að beiting lagana er þannig að það fari alls ekkert fram þá þetta þarf að einhvern veginn að grípa inn í það og það mætti gera með þessum hætti sem hefur komið hér til umræðu að tryggja bara það að kannski lögbann í tilviki fjölmiðla fari ekki fram nema að undangengnum dómsmeðferð sko. Og eins og ég segi, það væri ekkert algjörlega framandi í þessum atriðum því það er bara þannig að sömu atriðum kemur ekki á nema fyrir dómi sko. Þannig að það er svo sem þekkt, þannig að ég myndi segja að það væri leiðin. Varðandi hitt sko, hver er þið afleiðing af því að brjóta hérna lögin sko, eins og þú segir, meðvitaður henni aðri tilgang, þá er það bara mjög góð spurning sem að þyrfti nú eiginlega aðeins að hreinlega sko velta fyrir sér inn í grunninu, þetta er þetta samt þannig að þú veist, þessum ákvæðum fylgja þetta býsna svona ákvæði bæði refsingu í reynd og skaðabætur sko, sem að fylgi því að brjóta gegn svona hérna lögbanni sko, þannig að ég held að þeir eru að búa sig undir að fá þær hérna að geta lent í því sko, en auðvitað eins og alltaf sko í tilviki sko refsingar er krafan stórkostlegt gáleysi sko eða ásetning brot gegn
brotið ásendingi að stórkostuðu gáleysi gegn lögbanninu sko. Þannig að þetta kynni að vera sjónamið inn í því máli, þú veist, að menn hafi verið að málið þessi brjóta gegn sérstaklega röngu lögbanni en sko svona grunnstaðan auðvitað svo bara ákvæðin leggja refsingu og skaðabætur við þessu sko. Fangelsisrefsingu mögulega. Nú man ekki, það náttúrulega, ég man ekki alveg bara hreinlega hvernig það nákvæmlega, jú því ég held að það séu sektir og fangelsi í einhverja x mánuði, sko, en það nú líklega ekki relevant að menn fengju slíka refsingu, sko, þrátt fyrir að það standi í lögum, en það myndi væntanlega, sko, spurningin liti svolítið að því þá líka hvernig brotin nákvæmlega væru, sko, þú veist, hvað er að ræða, sko, að því að ég segi lögbann innan einhverja marka þetta ef til vil í lagi sko, þú veist, þetta er spurning hvernig umfjöllunin yrði sko. Örlítið bara þannig að það er alveg skýrt, þannig að ef að umfjöllunin myndi vera algjörlega innan ramma tjáningarfrelsisins í lýðræðislegu samfélagi, það væri bara fjallað sem sagt opinbera persónu og engar persónuupplýsingar aðrar sem að umræðir, ef að það væri brotin á lögbanninu, skil ég það skýrt að þá væri það sjónarmið ef að ykkur myndi ætlað, eða það er þessi Glitnir Holding myndi ætlað að sækja á Stundina eða Reykjavík Media að þeim sökum, því héldu áfram en það voru þá þeir sem myndi þurfa að fara í þá sókn eða að sækja bætur, já þeir eru að gera það, það er náttúrulega opinbert það myndi vera opinbert mál sem myndi þannig að sko, eins og ég segi það er þetta eru svona vangaveltur sem maður eiginlega sko, þyrfti að hugsa, ég get bara sagt það að sko svona default staðan ef svo má segja væri að þetta menn fengju þá ábyrgð samkvæmt ákvæðunum sko, svo hins vegar ef niðurstaðan sem oft kemur nokkur síðar sko, er svo að það hugsanlega hafi verið brotið gegn sko tjáningarfrelsi með lögbanninu sko, þá kynni menn að fá skaðabætur fyrir það sem það svona óréttlæti sem er að vera sætt af hálfu ríkis skilur. Fjölmiðlamenn er í slæmri stöðu þarna virkilega. Takk fyrir. Þá er það Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Takk. Já, takk fyrir að koma. Kannski ég fæ að spyrja því fyrst, Eiríkur. Þessi umræður eru þetta búin að fara við völl, við erum kannski örlítið farin að endurtaka okkur en svo kannski skilin þetta en þetta er líka smá flókið þar sem að ekkert okkar að ég best veit í rauninni kannski svona efnisatriði málsins. Kannski að því sögðu mitt að þá auðvitað hefur verið mikið rætt forsætisráðherra og ég heyrði mitt að þú Eiríkur tókst þannig til orða að það lægi fyrir að í þessum gögnum væri upplýsingar forsætisráðherra þá veist þú meira en ég en ég auðvitað, það er alltaf augljóst að það er mjög líklegt eftir áratuga umfjöllun forsætisráðherra að þessu leyti að þá er það auðvitað líklegt en kannski mikilvægt að halda til að ég best veit þá kannski liggur það ekki fyrir. Það liggur heldur ekki fyrir en hefur heyrst í fjölmiðlum að þarna undir séu einnig upplýsingar þúsundir annarra ekki ráðamanna í þessum gögnum og auðvitað veit ég ekkert meira heldur en nokkur annar held ég hér inni hvort að það sé rétt. Afsakið, mig langaði kannski fór að spyrja þig og kannski tengt því sem að Jón Þór kom hérna inn á og þegar þú komst inn á áðan að þetta mat hjá sýslumanni hefði kannski átt að vera einhvers konar smá efnislegt ef ég skildi þig fyrst og ég mitt kom inn á við fulltrúar sýslumanns hér áðan hvort að ef það væri augljóst til dæmis umfjöllun forsætisráðherra sem hefði verið í þessari umræðu í 10 ár, hvort það mætti einhvern veginn ekki taka það út fyrir sviga bara fyrir þessa umræðu og svo framvegis. En allavega, mér langaði að fá að spyrja þig, ef það er svo að bæði í þessum gögnum séu annars vegar upplýsingar þúsundir einstaklinga, ekki ráðamanna, og hins vegar upplýsingar einhverja ráðamanna, en einhvern veginn til þess að taka ákvörðun fljótt og vel, þá þarf einhvern veginn að taka ákvörðun. Er það þitt mat að það sé einhvern veginn hægt að meta að hagsmunir annarkvors hópsins, að hagsmunir þessara þúsunda mögulega trompa það að hinar upplýsingarnar bíði í einhverja daga, ef þú skilur hvert ég er að fara. Þannig að já, það var svona vangavelta sem að þetta bentum að beina til þín. Og mér langaði Hallgrímur að bara fá að þakka þér fyrir þitt góða starf
Ég held að það sem að háir stjórnmálum mest hvað núna vantraust gagnvart stjórnmálum og ég held að við finnum öll fyrir því sem í því og ég held að allir sem að fylgjast með stjórnmálum finna fyrir því einnig. Ég tek undir með þér að gagnsæi sé örugglega einn af grundvöllum traustsins sem svo nauðsynlegur okkur. Mér langaði hins vegar að fá aðeins að velta upp að hvort það væri ekki svona hin hliðin á þeim pening að umræðan sé sönn og sanngjörn þegar við á til þess að þá að ýta undir þá hlið málsins. Því að ég held að þetta hljóti að verða hald í hendur og ég heyrði að þú orðaðir áðan að til dæmis þeir voru að horfa á til dæmis alþingismenn og þeir ættu ekki neitt, einhver eignir eða einhver bréf eða eitthvað slíkt að þá er það mjög einföld sýn að þá er ég eins að velta fyrir mér þegar sem ég hér alþingismaður sem sit og samkvæmt öllum gögnum og öllum réttum skráningum á ég ekki neitt og það er ekkit einföld sýn, það er bara hárrétt sýn. Að ég er svona þess að velta fyrir mér en ef einhver annar myndi segja eitthvað annað en það, ertu með einhverja tillögu hvernig við náum einhvern veginn að taka þessa jafnvægislist svo við eigum einhvern séns á að búa til þetta traust í þessu samfélagi. Takk. Takk fyrir ágjörðu svo vel. Ég ætla bara að hafa þetta er mjög góð punktur að umræða verður að vera sanngjörn, það er alveg hárrétt og en þegar skortur og gagnsæi þá kemur skortur á tortryggni, svo Oddný var að tala og þá kemur vantraust líka. Og þá kemur líka í þriðja lagi það sem þú ert að tala að þá kemur upp umræða sem ósanngjörn vegna þess að maður sér ekki alla anga mála og þá byrja vangaveltur sem eru auðvitað ekki réttmætar gagnvart einhverjum aðilum af því að ástandið ógegnsætt og þá byrja vangaveltur, finnst að forsætisráðherra og eiginkona hans voru ekki með allar upplýsingar á borðum, þá þetta nú líklega þannig hjá öllum hinnum líka. Bara ég fæ skjóta auðlitinni bara svo að sé örugglega ekki misskilningur. Ég bara velta fyrir, ég til dæmis sé ekki hvernig mínur upplýsingar ættu að vera mikið gagnsæri. Það bara það sem ég að meina. Akkurat. Og þar lendum við í pínu svona... Já, þetta sko hin hliðin að þegar vantraust til staðar, þá koma upp einmitt ágiskanir og vangaveltur sem að eiga ekki nokkur fót inn í umræðuna og það kannski stóri gallinn við skort á gagnsæi að þá byrjar alls konar sögur og vangaveltur og finnst að það var til eitt tilvik þingmann sem að var greinilega ekki með allt upp á borðum að þá þetta nú allt meira og minna þannig og þetta megin ástæðan fyrir af hverju traust á Alþingi miklu neðar en það ætti að vera og miklu neðar en efni standa til og það vegna þess að það eru einhver örfá dæmi sem að fá almenning til þess að hugsa að þetta sé nú eiginlega allt meira og minna svona. Og það einmitt það sem við þurfum og það það sem við fáum með auknu gagnsæi að það allt upp á borðinu og þá það verður það sem að lætur traust vaksa á stjórnmálum og ég held að stjórnmálin eigi það pínlítið inni að slíkt gerist. Takk. Eiríkur, heldur þú? Já, það er bara aðeins að því að spurst forsætisráðherra, ég hef ekki séð gögnin það en bara vek samt bara athygli á því að í gerðarbeiðninni þá rökstuðningurinn þá að vera að fjalla umfjöllun stundarinnar forsætisráðherra bendi til þess að þið séu með gögnin Þannig að ég ger ráð fyrir því að það sé þarna í þessum gögnum. Varðandi það hvort að upplýsingagjöfin hafi getið trompað, þá gæti það alveg gerst í einhverju tilvikum. En það myndi þá auðvitað ráðast svolítið af, þú veist, hvað liggur fyrir, og það eins og í þessu máli, hvað lá fyrir að þetta fara að birta upplýsingar, Þú veist, það það sem að maður algjörlega í myrkrinu með, þú veist, af því að auðvitað það relevant hagsmunir, ef það segjum það bara einhver gagnaleiki frá einhverju fjármálafyrirtæki, einhverju massavís, þá þarf einhvern veginn að bregðast við því, við getum verið sammála því og þá er spurningu auðvitað, þú veist, hvaða leið í því, þú veist, þannig að maður skilur þá hagsmuni og ef eitthvað lægi fyrir, eins og segja, þetta fara eitthvað með einhverju massífum hætti að birta á þetta, þá auðvitað kynni málið að horfa öðruvísi við, það er alveg rétt, en svona mínu dómi þá nú einhvern veginn hreinlegra, ef maður fara að hugsa hvað hægt að gera þá í svona leka, þá í raun og veru
að mómenti sé þá í kærumálin á hendur starfsmannum sem lag og fara þá bara hreinlega og krefjast sko upptöku í því máli sko. Það svona hreinlegast að leiða svona mínum bæðir séð sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilhjálmur Bjarnason, þú ert síðastur. Já, ég ætla nú að játa það að ég átti viðskipti í 39 ár við þennan banka og forvera hans. Þannig að það þarna einhverjar upplýsingar mig, reikna ég með ef þegar ná til 1000 einstaklingar og ég fæ ekki séð hvaða gagni þær upplýsingar koma í stjórnmálum eða hvaða almenning varðar þær og ég held að sé þannig all flesta í þessum bunka. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko enn og aftur, ég enn og dálítið stíflaður í þessari yfirlýsingu fjölmiðlafræði prófessjónsins það allt sé orðið leyfilegt þegar það komið hendur fjölmiðla á stolnum gögnum og síðan enn og aftur spurning vangaveltur starfsmanna öryggis- og samvinnustofnunar. Hafa þeir lagagildi hér eða hvert lagagildi mannréttindadómstóls hér á landi? Trompar hann íslenska dómstóla eða verður þetta tilmæli til löggjafans að breyta löggjöf? Sko, varandi yfirlýsingu þarna þessum út að ég vil náttúrulega átta mikið alveg á þessari yfirlýsingu sem að þú ert að vísa til þarna frá fjölmiðlafræði sko prófessorinn eða ég hef ekki séð hana en það auðvitað ekki þannig að þegar gögn eru stólin að það sé allt leyfilegt. Það er ekki þannig og við höfum náttúrulega dómafordæmi fyrir því en það er mjög fræg mál sem voru rekin hérna í tengslu við gagnaleka sem tengdist Baugsmálinu og það voru einmitt höfðu mismunandi mál og í nánatilteknu máli þá var semst sýknað af því að fjölmiðlalega umfjöllun var talin innan marka sko en svo gekk DFF lengra og fór að birta persónulegar upplýsingar upp úr þessum gögnum og þeir voru dæmdir sko. Þannig að það mat fer fram í hverju tilviki fyrir sig. Varðandi sko svona gildi þessara þjóðréttarapparata hér á landi þá náttúrulega ÖSE það er náttúrulega fyrst og fremst bara tilmæli sko, þeir eru ekki að dæma eða annað, þeir eru að gefa í raun og veru lýsa áhyggjur almennt að þessu og auðvitað eigum við að horfa til þess og taka tillit en það er svona réttarlega hefur ekki sérstaka þýðingu en að því þú nefndir sko mannréttindadómstólinn þá er það nú þá hefur það auðvitað miklu meira gildi. Það er talsveit flókið og væri hægt að tala í sjálfu sér lengi sko gildi þess menn hafa nú verið að svona mikið verið auðvitað skrifað það en í stuttu máli þá hefur það verulega þýðingu hér að því að Hæstiréttur við túlkun stjórnarskrárinnar lítur til ákvæða mannréttindasáttmálans og dómafordæma mannréttindadómstólsins þannig að það hefur auðvitað þýðingu þannig sem og vegna þess að ef þú telur á því halla getur þú leitað til Strasbourgar og fengið þá endurskoðun sko, og sem að íslensk stjórnvöld fara eftir sko. Þú veist, það er ekki fjórða dómstíði sko, en það er svona til hliðar en íslensk stjórnvöld hafa farið eftir því sko. Takk fyrir þetta. Nú erum nú komið að lokum þessa. Mér langaði að skjóta einni örstuttri spurningu til þín Eiríkur í blálokkin og það er það að það virðist hafa verið þannig að þegar að lögbannið var sett á skrifstofu gerðarþola að þá hafi sem sagt lögum ekki gefist ráðrúm til eða verið veitt ráðrúm til að lögmaður gerðarþola geti komið á staðinn og ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað fór fram á fundinum en þetta þykist ég þó vita. Er þetta eitthvað sem er eðlilegt algengt? Örstutt hugleiðingum þetta bara rétt í blálokkin. Já, þetta er auðvitað undantekning frá auðvitað reglan er alltaf svo að svona þessi almenna regla svo að báðir aðalur auðvitað eiga að fá að presentera sig en svo er auðvitað oft verið að gera undantekningar frá því sko með þess að í miklu svona hvað ég segja í drastískar auðvitað þvingunaraðstöðunum, ég meina eins og við vitum að hleranir, þú boðar ekki sko, lögmann gagnaðil á hann og það fara fram, þannig að það er svona þessi rök ef að það er ekki hægt að ef að það er einhvern veginn talið svona torvelda sko framgang gerðarinnar þá er þetta gert og þarna gerir ég ráð fyrir að menn hafa verið að hugsa það að menn fær ekki að koma gögnunum einhvern veginn annað sko en þetta horfir svolítið svona, já, ég veit ekki nákvæmlega hver rökin voru fyrir þessu sko en þetta horfir svona pínulítið óvenjulega við mér
verði ég að segja, af því að þetta er undantekning og ég hef svo sem ekki séð þessa og þá þurfa einhverja svona tiltölulega brýna hagsmuni sem ég finnst ekki svona algjörlega blasa við þó ég gerir ráð fyrir að þeir séu svona að þessum toga sem ég nefndi. Já, heyrðu, takk fyrir þetta, takk kærlega fyrir komuna og svörin, byggur afsökunar á að þetta hefur bæði þessu hefur seinkað og tekið lengri tíma, en kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir.